svona óvænt æður tvö. Númer 26, María Magaló. Númer 31, Silja Heiðarsdóttir. Ég ætla bara að byrja 32, Marín Egon. 33, María Magnúsdóttir. 34, Inga María Róðsdóttir. Silja Arnaldsdóttir Múler, hún spilaði fyrir Hauka í fyrra. Já, passar. Á íslenska höfund. Númer 16 er Marita Arge, númer 26 er María Hidalgo, númer 31 er Silja Héðinsdóttir, númer 32 er Karin Ekholm, númer 33 er Marita Fríða Magnadóttir Thomsen, leikmaður Ajax Kaupmannahafnar, númer 34 er Inga María Róðsdóttir, númer 35 er Inga María Jóhansen, númer 37 er Anna Elisabeth Hallsdóttir, númer 38 er María Pálsdóttir Nólsói, númer 40 er Lukka Arge, númer 41 er Anna Sigrúnardóttir Mikkelsen, númer 42 er Lea Mór, númer 43 er Sara Sigrúnardóttir Mikkelsen og númer 44 er Barbara Hammen, það er dóttir Finn Hans, já. Og númer 40 er Björn Franksdóttir Jóhansen og þjálfarar liðsins eru Símon Olsson, Kristoffer og Lasoðar eru Kristoffer Gert Nielsen, Andri Hansen, Sebastian Kristensen og Anna María Vann. Já. Það má nú geta kannski að aðstoðarþjálfari eða sá sem er skráður B, Kristoffer Gert Nielsen, við vorum nú saman í skóla í heilt ár í Danmörku. Já, það er skemmtileg starf. Að læra þjálfarafræðin. Já. Það er kannski spurning að kynna íslenska liðið. Það er Isabella Sjöbel, nummer 1, Ethel Gyða Bjarnsen, nummer 12, nummer 2 er Elín Klara Þorkelsdóttir, nummer 3 er Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín, nummer 4 er Brynja Katrín Benediktsdóttir, nummer 5 er Tinna Sigurrós Traustadóttir, nummer 6 er Katrín Anna Ásmundsdóttir, nummer 7 er Hildur Lilja Jónsdóttir, nummer 8 er Ingardís Jónsdóttir, nummer 9 er Dagbjörg Þýr Ólafsdóttir, nummer 10 er Thelma Melsteð Björgvinsdóttir, nummer 11 er Rakel Oddný Guðmundsdóttir.
Já, ég ætla að halda áfram að lesa liðið. Ég þurfti að hætta á hann þjóðsögnum. Og númer 11 Rakel Oddný Guðmundsdóttir, númer 13 er Anna María Aðalsteinsdóttir, númer 15 er Sonja Lind Sigursteinsdóttir, númer 17 er Sara Dröfn Richardsdóttir, númer 18 er Lilja Ágústsdóttir og númer 19 er Embla Steindórsdóttir. Þjálfarar liðsins eru þeir Ágúst Þór Jóhannsson, honum til aðstoðar er Árni Stefán Guðjónsson, Guðröður Guðjónsdóttir, Silja Theodórsdóttir og Jóhann Ingi Guðmundsson. Og dómarar í dag eru Hörður Aðalsteinsson og Ómar Jónsson. Þetta er svolítið spennandi leikur, Herbert. Þetta eru hörku árgangar hjá báðum liðum. Þau komast bæði óvænt inn núna á HM í Norður Makedóníu. Þau voru ekki saman í riðli. Þessi B-Evrópukeppni er skipt í 2 riðla og Færeyingarnir lentu í 3. sæti sínu og Íslendingarnir lentu í 2. sæti sínu. Og hérna, þannig að það verður gaman að sjá alltaf þessi lið mættust fyrir 2 árum. Þá unnu Færeyingar 1 leik og Íslendingarnir 1 leik. Þetta er rosa mikið, skal ég segja Herbert. Mér minnir að þetta sé meiri hlutinn af þessu leikmönnum spila fyrir neistan ef ég er að fara með rétt mál. Já, það getur vel verið. Ég held að ég var búinn að skoða þetta eitthvað. Silja er þar og ég minnir að þessi númer 38, Marja Pálsdóttir, hún er þar. Hún númer 45 er þar líka, Björk. Já, þetta er rosa mikið frá neistanum og síðan eru 2 leikmenn í Frederiksberg. Og síðan er H71 með 2 og Kindill og VfB með sitt hvoran. En þá er leikurinn farin af stað. Sjáum hérna íslenska lið byrjar Lilja í horninu, Inga í skittunni, Elín Klara miðjunni, Tinna, Sara í horninu og Telma inn á línni. Og Isabella byrjar í markinu. Flott, og vel gert, Silja ver. Ágúst er greinlega, hann ætlar að byrja bara með sína bara sterkustu varnarlínu inn á. Já, alltaf vantar í þessa leiki hjá U18-liðinu, vantar hana Elísu. Já, hrikalega öflugur línumaður. Já. Og þarna kemur Elín og vel gert Elín. Færisku stelpunar, svolítið flatar, en Færeyingarnir byrja í horninu er Lea og í vinstri skittunni er Marja, en Lilja, hún skorar. Nei, ég er að bulla. Í horninu er leikmaður nummer 40 Lukka. Nei, þetta er... Leiðum þeim nú bara að sjá hvernig að fullu upp. Það er að keyra hérna hratt, Marja, á þessi góð. Já, þetta var bara allt rétt hjá mér hérna í grunninn. Já. Þessi... Og hérna, já, hún kom mikið óvart í deildinni í vetur, hún Marja. Í Færeyjum, var rosa góð þar. Það er leikmaður nummer 40, Lukka. Og Lilja leysir upp. Já, leysir upp aftur, Tinna sækir á það. Já. Og vel
Vel gert hjá Ingu. Það er honum í fjærhornin. Já, Inga tekur henni hérna. Tinna, Lilja. Já. Þetta telur já mikið. Já. Það er gaman að sjá Lilju núna. Hún er alltaf búin að ná núna hálfu ári í atvinnumennsku. Eða svona. Já, í lúkja. Í lúki. Hvernig séu fallbeðið það? Já. Lúka. Í Lund, þetta er Lugi Lund, heitir það víst. Eru þaðan. Góður. Það er bara gaman að sjá, skilur, Lilja fer út núna og það verður bara gaman að sjá fleiri stelpur bara fara erlendis. Já. Spila Víkan, Oddi leysir inn með. Bara stendur í hann. Þetta er flott vörn í íslenska liðinu. Já. Já. Heldur sig ekki neitt. Kera. Og svo. Já. Já, vel spilað. En vel varið. Silja er að byrja þetta vel. Það komið með örugglega 3 bolta. Já, passar. Það er spila þetta svolítið. Hotnamaður kemur út, sækir hana, milli 2 og 3. Þetta er frábær finta hjá Maríu Pálsdóttir. Nolsói. Ég held að ég sé að byrja þetta rétt fram. Já. Þetta er íslenska liðið. Sjáum hvað við fáum hérna. Það kemur línumaður út. Svo kallar Kairó. Já, ekki dæmt. Færeyska liðið er að spila rosa aggressífa 6-0 vörn. Bara góða vörn. Já. Já. Vel gert hjá henni Maríu. Þetta er hrikalega öflug 1-1 leikmaður. Já. Lukka Arge með sitt annað mark. Já. Já, vel spilað. Óöfnar hana, vel spilað hjá þeim. Sjáum hérna hvað við fáum. Já, aftur kemur línumaður út. Það vil ekki svo fá Maríu hérna í árás á þristinn. Já. Þetta er vel spilað. Já. Þetta er Sara Sigrúndóttir Mikkelsen. Já. Og nú María er að búta allt til. Já, vel spilað. En eins og við segjum, þetta er hrikalega sterkir árgangar hjá bæði bara Færeyjum og íslenska landsliðinu.
Ótrúlega svona, hvað segir maður, þroskaður og flottur handbolti. Já. Sjáum að færingarnar er að stilla þetta svolítið upp á með að María er að koma henni í árásunar. María leikur með neistanum. Já. Hverju? Ekkert. Ekkert. Já, Eli Klara, hrikalega vel gert. Já. Eli Klara hefur tekið stórkostlegum bætingum í vetur, bætt sér hrikalega mikið. Já, og var valinn efnilegust í úrvalsdeildinni á liðinni tímabili. Já. Og svo ertu með leikmenn sem voru valdir í grilldeildinni líka. Já, Tinna Sigurós. Já, og var valinn best þar. Og efnilegust ekki. Já, og besti sóknarmaður. Já, og Isabella valinn besti markmaðurinn. Þannig að þetta eru stelpur sem eru að taka til sín. Já. Og eru að vekja athygli. Já. Já. Vel slúttað á leikmanni. Kari Eklund. Hörður. Við sjáum að þær eru allar bara upp á búndalínu og stíga virkilega hátt upp þegar við komum í Kaíró. Eli Klara, Tinna. Vel gert. Tinna Sigurós. Það er spennandi að sjá hana spila í úrvalsdeildinni. Já. Já, halda pressu áfram. Færingarnir taka skiptingu á línumann. Barbara. Kemur inn á. Finnur Hansson, Íslendingur á þessa stelpu. Já. Háarnir tekur þetta. Já. Keraðir. Rétt. Óefni á Telmu. Já. Var svona týnd hvar hún var staðsett en þetta er Fáðar. Elvari á Ísabellu. Já. Frá Barbaru. Sjáum hérna. Við erum bara að fá hörkuleik. 6-5 eftir 12 mínútur. Já. Ætti að spila hérna Júkön. Þær eru svolítið að Hörður var svolítið týndur. Hvað hann ætlaði að dæma. En ég held að þetta sé hárrétt hjá honum. Jú, þetta er rétt hjá honum en hérna þær eru svolítið að einangra Telmu og já.
Við erum að lenda í vandræðum með hana, maður á mann. Þessi fór framhjá. (71) segir Ágúst. Svo fáum ekki þá Kairó og svo línurnar rykkir út og Elín á þetta. Já. Yes. Þetta er vel spilað af Færeyinguna. Ísabella vel. Fær á liðu. Já. Sem búinn að vera svolítið margar stöður í þessari útsendingu. Já. Það er bara hrikalega flott byrjun hjá báðum liðum og báðum markmenn að verja vel og mikil gæði í þessu. Já. Þannig að þær eru að vinna svolítið mikið með hérna línumæður út, Kairó. Elín aftur. Karin Ekholm. Kristófer og Símon eru með leikhljóðspjaldi í höndunum. Já. Það er ekkert ólíklegt ef Íslendingarnir skora, þeir taka líklega. Já. Og smá svona, það vantar svona slútin hjá þeim. Já, það eru búin að ná nokkrum stoppum í röðina. Það sé ekki árás hérna núna. Og svo. Já, vel gert. Maja, líka. Þá kemur Silja Héðinsdóttir inn á. Já, í fyrsta skipti í leiknum. Á sama tíma og Símon tekur leikhlé. Sjáum hvað hann fer yfir. Hann fær ekki yfir varnarlega þessar árásir á bakkurinn. Ég get alveg trúa að reyni að þétta núna svolítið, að reyna að þétta svolítið á Elínu. Ég sé að hann er svona, hann alveg grimmur á þær. Á sinn dönsku Dani sem er að þjálfa þær. Já. Flott byrjun hérna hjá Íslendingunum. Þetta er svona jafnræði, þá eru þeir aðeins búin að stinga þær af. Og búa sér til smá forskot. Sama lið áfram hjá Íslandi. Sem er búinn að skipta í hægri skiptunni líka. Það er leikmaður númer 35, Inga María Jóhansen. Það er gott að séu að koma færðar skiptur, eða örfendar skiptur. Það eru ekki með það í landsliðinu hjá sér. Vantaði örfenda, voru ekki heldur með örfenda skipti hérna áðan. Já, það er rétt.
Það eru aðeins farnar að þétta aðeins í kringum þegar hún er að sækja á þær, hún Marja. Já. Og vel spilað. Þetta var leikmaður nummer 43. Sara. Sjáum hérna hvort að það sé einhverja smá breytingar hérna í vörninni. Vá, flott og áfram. Áfram, halda pressu og upp. Vel spilað. Thelma Melsted. Elín er að finna hana. Anna merki henni að Thelmu. Já. Rétt fyrir andlit. Ómar, allt á hreinu. Það er Við erum í erfiðleikum með þetta svona þegar hún er að brjóta sig milli 1 og 2. Já. Hún er svona einhvern veginn að slengja sér einhvern veginn fram hjá hana. Flotti leikmenn. Já. Sem er hér á gólfi í dag. Anna Sigrúnardóttir Mikkelsen. Og þetta gerir Sara. Fyrsti sendingu frá Marju. Sjáum. Ágúst tekur markmanninn út af. Tinna með Embla kemur inn á. Hefur verið að koma inn í lið HK í vetur og Lís bara hrikalega flott. Ég held þetta var rétt. Það er svo langt frá þegar hún byrjaði. Já, hún þarf að tvístíga. En það er bara næsta vörn. Já. Vel spilað og mark. Þetta er Lea. Þetta er svona skemmtilegt yfirtölukerfi. Já. Það sá Káa tók þetta upp í vetur. Inga fær pásu. Og Alfa kemur inn. Já. Annar leikmaður sem er bara búinn að taka hrikalega miklu framförum bara á seinustu ár. Hún er á yngra ári í þessu landsliði. Já. Það gerir Elín vel með sitt 4. mark. Já. Marja. Sara og Sonja skipta. En bara bæðilega rótira vel og Gústi er búinn að leyfa leikmönnum að láta ljósið skína. Staðan hérna 11-9.
21 tæp búinn. Alfa vel gert. Alfa Bravo stoppuð. Já, hún er að finna sörunum upp á síkastöðu líka. Sara er komið 4 mörk. Og vel spilað Sonja í gegn. Sonja Lind Sigursteinsson. Þetta gæti verið góð skipting hérna að fá Emblu í bakvörðin. Já. Við sjáum að Anna María Aðalsteinsdóttir, línumann, að fara að gera sér klára. Já. Já, ég held að þetta sé rétt. Já. Vel spila. Já. Skemmtilega spila hérna í... Karín Eklóm. Inga aftur, náttúrulega, já, er í útölu. Undirtölu segi ég. Lilja og Rakel skipta. Elín með 5 mörk. Já. Hún var að draga hann vel. Já, Lea með flott mark. Það er að spila vel, það er að finna hotinn vel. Fjórtán 12, 24 mínútur búnar. Bara hörkuleikur. Já. Já, flott. Ég held að Sirlía sé pirruð út í sjálfa sig, hann að við tekið þennan. Hún veit það sjálf. Hrikalega flottur markmaður sem var bara hrikalega öflugur fyrir Hauka á síðasta tímabili. Já. Já. 35. Inga María Jónsson. Já. Inga María Jónsson. Óefni, vel spilað. Vel spilað. Þetta er frábær finta. Já. Þetta er ótrúlega flottur leikmaður. Já.
María Pálsdóttir 07. Lukka Arge. Þetta nú kannski... Nei, hún kannski ekki systir Turid. Ha? Þetta ekki systir Turid. Nei, ég bara veit það ekki. Það eru margar Arge, þetta eru tvær hérna, þetta er vinsælt nafn. Algengt nafn hérna í hverjum. Sjáum. Já, Barbara. Já. 15-15. Já, Ágúst var ekki ánægður með Sonju hann að hljópa svo snemm út af. En þetta fer allt í reynslu bankan. Vantaði smá hann að leiklestur. Stöflunin var að koma í þessa átt. Vel varið. Já, Silja. Og maðurinn er að koma inn eftir 15 sekundur. Eða svo. Við séum að Ágúst með leikliðspjaldi. Hann tekur líklega leiklið þegar það eru full skipaðar. Það var langur. Og frábær finta. Sex mörk í þeirra leik. Já. Blænitey. Og þá kemur Ethel inn á fyrir Ísabellu. Já. Hún er að spila sína fyrstu landsleiki. Já. Þetta er steppa, ég held hún sé uppalinn í Stjörnunni eða ekki eftir mér. Og færði sig síðan yfir í HK. Ég bara veit ekkert. Þú ert að segja mér fréttir. Hún er allan í HK. Já. Ég held að sagan sé þannig, en gæti verið að rugla. En þetta er markmaður sem búinn að taka miklu framförum bara í vetur. Já, var valinn best í úrslitaleik þriðaflokks í vetur í Íslandsmótinu. Vel gert. Sjáum við erum að skipta hérna vörn og sókn. Brynja og Anna er að skipta. Hún er rosa líkamlega sterk líka, hún hérna Marja. Hún er í öllum árum sem eiginlega. Spila á móti okkur F-fóðingum eða... Já, vel spilað. Og þessi leikurinn. Barbara, nei, hún spila á móti mér. Já. Hrikalega öflugur þinn leik, æfingarleik í september. Það spilaði líka á móti mér. Já. Við erum ekkert við hana. Ágúst tekur leikhlé. 15 sekundur eftir. Svona það bil. Við erum svona aðeins búin að teima okkur
smá í sundur hérna svona seinustu mínútur. Já. Það er kannski út af því að þær hafa verið að finna hornin vel og þá hefur við verið svona kannski að ekki að hjálpa eins mikið og ekki eins, bara við erum bara vera með smá meiri vinnslu. Fríkast, rétt, að vera að drífa sér náðu boltan. Nei. 17-17, bara nýði aft og... Já, hörkuleikur. Bara tvö flott lið að spila. Við bara tökum okkur pásu og sjáum, komum svo aftur í seinni hálfleikinn.
Mættir aftur. Já. Það er síðasti hálfleikurinn í dag. Já. 17-17. Hörkuleikur. EFL er að taka greinlega hérna seinni hálfleikinn. Já. Bara flott að leyfa öllum aðeins að sýna sig. Já. Til þess eru nú þessi leikir. Já. Það er hluta til. Já, þetta var Lukka. Þetta var, Hún er með 5 mörk í dag. þetta var hörku skot. Vel. Já. Lína, hún fer hann inn í teig. Lendur hann með hausinn í gólfinu eða? Ég sá það ekki. bara En þetta var, Þetta er bara hnjask. já. Telma er grjóthörð. Já. Þá eru þeir að búa til svæði fyrir Anna Maríu. Nei, Lukka kemur. Lukka og svo Marja. Nei. Vel spilað. Já, kera. Elín, Tinna og í gegn. Skora bara. Vel varið. Silja með Já. 5 bolta. Þetta er ekki, Þessi er út af. þetta er ekki HB Stats tölfræði hérna hjá mér. Nei. Með 5-6 bolta. Sjáum hérna. Spila Kæróið, Elín og Þarna er Inga María, þetta er Inga María Jónsson og Róisdóttir er í horninu. já, Ingu Maríunar báðar já, örfendar. Skemmtilegt svona. ekkert verið mikið að breyta út úr nöfnunum hana. Nei. Og þarna, Já, óöfni. Já. Sjáum hérna, það er að spila þetta svolítið mikið. Lukka lítur að koma í klippingu við. Nei, hún bara sækir á bakurinn. Já. Þetta er svona svipað að voru að spila. Skýrsana til, að láta bara brjóta á sér. 8-2 valdi upp yfir Gústum. Sjá hvað það þýðir. Það er Það er bara hérna löng klipping. löng klipping. Tvöfald sennilega, já. Já, og svo Elín hann á. Eða senda hann. Það er Lea með sér 3. mark í dag. Telma náði sér ekki almennilega stöðu. Nei. Kvartar út af peysutogi. Já, bara halda stöðunni betur. Vel spilað. Já, Gústi Jóvill að setja undir hana.
Það halda bara áfram. Já, Þetta aftur kemur sama. Núna Marja í smá pásu. Lukka með sitt 7. mark í dag. Það er bara flotti leikmenn hjá Færeyjum, bara báðum liðum. Svolítið flatar þegar að Lukka kemur á. Já. Mér fannst vörning þéttast þarna megin í seinni hálfleik þegar hún kom inn á hún í Embla. Já, sammála því. Akkur að halda og svo góð hugsun, já. Við menn það eftir að skora í seinni hálfleik. Já, mér veist við vera að dribbla boltanum allt og mikið. Við erum ekki að leyfa boltanum að ganga fyrir okkur, sko. Sammála Það er allt og mikið stoppum. Við náum mikið að koma næstu stelpu, eða næsta manni á ferð. Sjáum hérna. Nú spilar þetta hinum meginn frá. Ættu að taka tjekka. Já. Við sýndist að vera að byggja 2 hægri. 2 hægri, já. Það þýðir eitthvað annað en góður. Þannig að standa á hendi og Lukka tekur hann bara beint í hávör. Og vá, þetta er flott skot, en við erum bara flottar. Já. Öll mörkin að koma hann á hann. Bara fín setjabylgja, bara svona ég átti að bíða bara aðeins lengur. Já. Þetta er Gústi Jó að nefna það hann. Skjóta á öðru tempónu. Þá förum við í 5-1. Svolítið Inga Dísfyrir fyrir framann. Gæti trúa að þetta verði svona króatíska eiga-vörnin. Já, þær hafa verið að spila þetta. Flottur. Inga og Alfa skipta á. Já. Inga samt heldur áfram varnarleiknum. Já, ég hugsa það. Pási aðeins Elínu Klúru eða Varnarlega. Já, kemur ekki óvart. hækki aðeins bakverðina. Já. Klókt. Já, áfram. Já, Það er inn í teig. ég held að sé rétt. Þá kemur hún Marita Argein á. Markmaður úr Neistlands. Það eru báðar, markmennir báðir úr Neistlanum. Já. Skiptum hornamenn, sýnist mér. Já. Lilja skorar, það er bara mikilvægt að koma okkur á blað núna og förum að sigla svolítið. Fyrsta marki eftir 8,5 mínútum. Sjáum að það er bara hreinskipting, það er bara alfa fyrir Ingu hérna varnarlega. Byrjunarliðs hornamennir komin aftur inn á. Marja komin aftur inn á hjá Færeyjum. Já. Það takar Kairo 2, svo við köllum það. Já. Marja Pálsdóttir 0-7. Ég held að ég sé með hennar hreim bara 100%. Já, vel gert.
19-22. Við þurfum að fara að fá okkur fleiri stopp. 7 mörk hjá Elín í dag. Já. Og Lukka með 6. Þetta eru markahæstu leikmenn allarins. Áspilaði Sabakar og 2. Og skemmtilegt. Barbara kom með 3 mörk. Já. Kom með 7 mörk á línunni. Það er full mikið. Já. Sérlega þurft að spila 6-0 vörn meirihlutan. Vel spilað. Kann að meta svona sem línumaður. Já, bara einföld rúsahreyfing, rúsablokkshreyfing. Sjáum hérna hvað við fáum núna. Við þurfum að fara að fá okkur stopp ef það er alltaf minnka munin. Já, FM. Og svo yfir með boltan og svo... Já, þar. Já. Kemur. Og svo. Já. 8. markið. Árbrá mikið 2. Hægt og bítandi. Sjáum hérna. Já. FL. Nei. Þarna hefði boltinn átt að fara yfir. Já, þetta er bara ekki, hún er ekki frí. Alfa fyrir framann. Já. Það falla bara í 6-0 aftur. Aðeins bara. Það náði ekki skiptingunni. Já, skaut í Barbaru. Þetta sé rétt hjá Hörði. Hörður er nú allt, ef hann er að taka svona dóm, þá er hann bara, er hann örgulega hundlis á sig. Já. Þegar hans þetta svona, það var góð yfirferð yfir þessu. Spurning hvort við séum að fara að skipta 2 núna heila. Við séum að Telma og Brynja hafa skipt. Aftur kemur hérna. Já. Það er bara allt annað að sjá liði núna heldur en fyrstu 8-10 myndunar. Það var orðið miklu betra flot og allt. Já. Gaman líka að sjá liðið taka frumkvæði varnarlega og hans að breyta til. Má ekki hlaupa í fríkasti. Koma svo, fólkastir, þetta er liðið sín. Ísland getur jafnað. Sjáum hérna.
Það kom ekki sama hreyfingin, jú. Þannig að ég vilja sjá hann droppa inn á Brynju. Já. Gústi, hann ekki alveg. Lendir jafnvætis. Það er svafskapt í þessu, ég er ánægður með Gústa. Menn verður að fá aðeins að hafa passion fyrir þessu. Já. Þannig er það bara. Sjáum hérna hvað... Já. Þetta er 9. markið hjá Elínu. Hún er að jafna 15 mínútur eftir. Þannig að við erum bara í sömu stöðu og í byrjun hálfleiksins. Sjáum hérna. Mörg skref. Já, þetta er hún hérna Karín Ekholm. Leikur með hún leikur með Frederiksberg í Danmörku. Svo sé ekki í það í sennilega skóla. Einhverjum skóla svona. Það eru 2 sem leika í Frederiksberg og 1 í Ajax, Kaupmannahöfn. Skref sami dómur á þann. Íslandsmegin. Hætta þessu dribli, láta boltan ganga. Sagði ykkur mig? Ég held að hérna númer 35, Inga María Jóhansen er líka í Frederiksberg. Það eru 2 hérna hægra megin. Spila þá með Fíf. Já. Bolti. Spila. Lilja lætur verja frá sér. Silja með 9. varðabolta sinn. Samkvæmt HP Stats. Mér finnst það með að bara svolítið bara bíða eftir hún setjist og setja henni upp í hornin. Í þessum 6 metra færum. En Símon tekur leikli, hann er líklega að fara yfir þessa 5-1 vörn. Við erum svolítið að leysa hana illa. Við, Færeyingarnir. Færeyingarnir. Ég ætla næstu í frá Færeyjum. Á marga ættinga í Vákum. Ég vona þessi að horfa. Já. Símon er líklega bara að stilla upp í eitthvað gott kerfi. Skiptir inn hægri skiptu. Hún hérna Björk Franksdóttir. Spila tjekkan, víti. Björk Franksdóttir leikur með neistanum. Já, þær spila saman. Þannig að þær hafa gert þetta oftar en einu sinni. Lukka Arge.
Flottur leikur í henni. Já. Já, peysudog. Já. Þetta sé alveg rétt. Og Maríu 0-7. Það má alveg dæma á þetta. Sjáum hérna hvort við náum að jafna leikinn. Það var eiginlega bara opið fyrir Englur. Góð blokk sem kom frá Brynju. Já, þessi leikurinn finna. Þessi 4. mark í dag. Já. Það kemur leikmaðurinn með 36. Já, hún bara ekki á skýstu. Nei. Kannski hefur hún breytt Og Karin. Hérna er enginn í marki. Nei. Bara nýta yfirtöluna. Stimpla vel. 40 sekúndur í mann. Ég er ekki búinn að sjá leikmann nummer 26, þannig ég trúi þetta sé María Myrdalov. Já. Já. 5. markinn að tinnu upp. Já. Nú verður að koma mikilvæg mörkina upp á síkastið og við erum komin yfir. 25-24, 10 mínútur eftir. Þetta er bara hörku spennandi. Nagl bítur. Við fáum hérna. María búinn að taka út sína refsingu, mætt aftur í lá. Góð vörninga. Þetta var frábær vörn. Já. Láta bara halda pressu. Ok. Skipta. Sjáum hérna. Og svo tvöföld. Já, tilbaka. Nei, ég held að sé bara, þetta sé rétt. Já, hún fer eiginlega bara of nálægt vörninni hana. Já, þetta er hárrétt. Og þá sást þú eitthvað sem ég sá ekki. Kannski með aðeins meiri yfirsýn en ég. Já, mér fannst þetta smá bakreiting en síðan er ég kannski ekki hinum einn. En þá kemur leikmaður nummer 41, Anna Sigrún Mikkelsen. Hún er í þessu yfirtölukerfi hjá þeim. Þetta er vel spilað Karin inn og skorar Karin Ekholm. Já, búinn að vera jafn aftur. Telma heldur áfram. Alfa kemur inn á, engin markmaður. Já. Tíðana er á einlínu í dag. Já.
En við þurfum að ná jafnvel einu stoppi og hraðaflum í bakið. Já. Við erum ekki að ná að leysa þetta yfirtölu kerfi hjá þeim. Það er að spila þetta mjög vel. Það var svona í fyrri hálfleik líka. Sjáum hérna, Lukka kemur inn á móti Ethel. Já. Lukka er komið með 9 mörk. Já. Hvað er mörg úr vítum? Þetta sé 4 eða 5 á vítum. Já, að minnstu kosti, held ég. En flottur leikmaður. Já. Freistur í vörn líka. Já, spilaði fyrri hálfleikinn allavega. Þar. Já, frábær samvinna. Já. Thelma og Elín Klara, bara frábært. Þær vilja fá púss í baki þarna líka. Lilja fer á punktinn og móti Silju. Og skorar. Já. 27-26. Já, þetta fyrsta tempo vippa. Skemmtileg slút. Já. Þarna hefði Inga mátt losa hann. Já. Þá var það markmannsskipting. Já. Isabella og Ethel skipta. Isabella fær síðustu 6 mínúturnar. Staðan hérna 27-27. 5,5 eftir. Já, peysu dog. Ég held að sé örugglega líka bara tósa á hana Thelmu. Já. Gústi tekur leikli. Gústi tekur leiki. Bara rétt á hann situr inni með það. Þannig að sjáum hvað hann. Ég vil aðeins að bara skerpa á hlutunum. Ég finnst við vera svona nokkurn veginn að miklu betri eftir að við breytum hinn í 5-1 og komum smá mannabreitingar hérna sóknarlega. Þá er þetta gengið betur en í upphæði hálfleiksins. Hvað sérðu einhverjar breytingar hjá Gústa núna eða bara heldur hann því sama? Já, örugglega bara halda því sama. Ég vil sjá hann spila aftur hérna Júgga þar sem Horni kom inn. Það kerfi gaf okkur hérna 3 mörk að minnsta kosti áðan. Sjáum hérna. Koma svo, gestur, Petur Eiríksson. Tjóður klipping. Já, glæsilegt. Frábær. 7. markið hérna Tinnu. Mér finnst einmitt geta fengið fleiri mörk að þessum. Við erum með hörkuskittur hana í Ingu og Tinnu og Ölfu. Bara geta aðeins bara haldið fjarlæga, hoppa upp og bomba á markið. Sammála því við erum of mikið að þvinga okkur inn í vörnina. Já. Frábær vörn. Já. Elín Klara með þetta markið. Já. Ellu mörk. Já. Góður. Samina.
Björk og Karín. Þetta of gott færi. Já. Mér finnst ég vera bara standa og flatar. Já, sammála því. Með að vera aðeins bara svona meira framar með vinstri löpuna. Sjá hvað við spilum hérna. Alfa skiptir í staðinn fyrir Ingu núna. Aftur, tvöful. Já. Bara akkurat það sem við vorum að tala um. 7. mark Einatinnu. Aðeins að halda fjarlægð og plaffa á þetta. Þeir eru ekki að stíga út. Góð hjálp hana hjá Telmu. María Pálsdóttir var valinn efnilegasti leikmaður færeysku deildarinnar. Eftir seinasta tímabil að þetta hrikalega öflugur leikmaður. Silja voru búin að koma héldu boltanum vel á floti. Tófur vel gert, víti og tvær. Ég held að sé rétt bara. Telma hún veit upp á sviðskomuna. Krampi og guldspjald á Gústaf. Já, mikið búið að mæða á henni. Sjá hvað við fáum hérna. Hún hrikalega öflug á punktunum. Lukka. 10. markið. Sjáum hérna. Timma. Já. Við tökum markmanninn út, 2 mínútur eftir, 1 yfir. Fínt, við erum að vinna tíma. Mínúta í manninn. Endir kominn. Já. Alfa. Varið. Vel varið að Silju. Barbara. Þetta var skemmtilegt. Ég hefði ekki viljað sjá hana lenda á stönginu hérna. Nei, það hefði ekki verið skemmtilegt. Nei. Fá maðurasókn. 20 sekúndur í manninn. Leikmanninn. Sjáum hérna. Skeiðsarnat í Gústaf, nýta sér þessu sóknina. Átján sekúndur í manninn. Sjáum hérna hvað Gústi ætlar að bjóða upp á. Einum færri 18 sekúndur í manninn.
16 ára stelpunar eru háarar hinn í stúkunni. ...40 sekúndur eftir. Já. Kemur. Flott kerfi. Já. Frábært. 5. mark hennar Lilju og Kristófur, hann tók þeim tíman. Símon setur þetta upp. Kristófur færingur eða ekki? Jú. Já. Símon Dani. Já. Það er svona 36 sekúndur eftir sirka. Bara og 5 sekúndur brot í mannin, sko. Já. Árni Stefán held ég að gera athugasemd þetta. Já. Það eru bara 5. Svo held ég bara leið og það kemur. Þetta komið. Já. Karin fyrir gegn. Þetta var eina vitið. Já. Sjáum hérna hvað það er ætla að gera. Elín Klöru langaði 1 mark í viðbót. Fekk hún ekki vitið það? Hvað ætlaði að... Það er bara búið. Nei, það er fríkast. Það er bara búið. Það er unnið með 2. 31-29. Já. Þannig að það er bara 2 sigur í dag. Bara hrikalega flottur leikur í íslensku stelpunum. Og þetta bara... Já, ég myndi segja bara topp framistæða fannst mér hann. Auðvitað örugglega eitthvað eins og Gústi og Árni þurfa að styttast yfir. En þannig það nú bara alltaf. Ég held að. Það er alveg, ég veist við vera megað. Ég held að ég geta ekki kvartað þetta sóknarleiknum í dag, en varnarleikurinn var svona, það voru svona 8 mínútur slæmur kafli. Hann í byrjun seinna leiks. En það rifur svo upp og kláruðu leikinn, hrikalega flott hjá þeim. Já, bara svo er bara ný leikur á morgun hjá báðum landsliðum. Við byrjum hvað, 16 ára? 16 og það er bara sömu tímar, 2 og hálf 5 segi ég. Og við ætlum að vera þar líka, þannig að við bara sjáumst þá. Takk. Verið þið sæl.